Á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu dýrðarinnar mánudagskvöldi 28. október og klukkan er 10:10 og við erum komin núna yfir í skylmingarnar. Norðurlandamótið í skylmingu fór fram núna helgina í Helsingi í Finnlandi og við Íslendingar áttum að með minnir 20 keppendur, ekki sagt Ragnar Ingi Sigurðsson, landsliðsþjálfari. Jó, við áttum 20 keppendur sem að kepptu í 9 flokkum, bæði stelpur og strákar. Já, og hvaða aldur var þarna, var þetta ekki fjölbreyttur aldur? Jó, við vorum með frá 12 ára og upp í 30 ára. Já. Og þessi yngsta þá 12 ára, er það Norðurlandameistarinn okkar? Hún gerði sig bara lítið fyrir og vann undir 17 ára flokkin. Já. Keppti sem sagt í 2 flokkum, undir 15 ára og yngri og undir 17 ára og lenti í öðru sæti í fyrri flokknum og gerði sig lítið fyrir og sigraði bara í fyrni, undir 17 ára. Og þessi unga stelpa heiti Anna Margrét Ólafsdóttir? Jú, mikið rétt. Já. Og mikið framtíðarefni. Við Íslendingar unnum á þessu móti, 6 gull? Við unnum 9 gull. 9 gull? 9 gull í 9 flokkum. Og tókum held ég 7 silfur líka. Já. Þannig að þetta var, og ég veit ekki hvað mörg brons, það var alveg heill hellingur líka. Og akkur eru við svona góð með hinn Norðurlöndin í skylmingum? Það er mikil metnaður hjá okkur bara að vera góð. Já. Og við erum með þessi 2 félög hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að skylmingardeild FH og skylmingafélag Reykjavíkur og höfum góða aðstöðu. Við erum með heimsklassa aðstöðu í Laugardalnum. Við erum með góða stuðningsfjölskyldu, skylmingafjölskyldu sem aðstæður okkur og það er bara mikil metnaður í okkur. Krakkarnir duglegir að æfa, vilja ná árangri og það bara er að skila sér. Já. En hvernig fer undirbúningu fyrir svona, hvernig æfa skylmingar? Þú veist að hvernig er að æfa skylmingu? Hvernig verður maður góður í skylmingum? Sko, þetta er mjög tæknilega flókin íþrótt og við erum með tækniæfingar í 2-3 viku í bland við mikla fótaæfingar. Við erum að lifta líka og mikið að skylmast og svo er við að keppa, að fara út að keppa og svona og fá sér reynslu. Já. Allt þetta í bland bara gerir skylmingamann góðan, sko. Nú okkar, þekktasti skylmingamæður er væntanlega Þorbjörg Ágústsdóttir? Jú, hún stóð sig með príði og sigraði að held í 9. sinn flokk. En svo er þarna ungu strákur, 19 ára, Hilmar Örn Jónsson sem var með 3 gull á mótinu. Já. Hann sigraði í undir 21 árs og sigraði félagið sinn þar, íslenskan. Og hann sigraði fullorðinsflokkinn líka með bara miklu yfirburðum. Og svo var hann í liðinu sem að gjörsigraði Finna 45-18. Og þetta er allt svona ungir strákar sem að bara eru að springa út núna. Já. En er búið að vera mikið gróska í skylmingum í Íslandi? Er að fjölga iðkendum hérna á landinu? Já, ég myndi segja að það er svona haldið svona síðustu 2 ár. Búið að vera árið þar á undan mikil aukning. Ég myndi segja að svona síðustu 2 ár þá höfum við svona haldið hópnum og það má alltaf fjölga. Já. Þannig að jú, það er gróska og við erum að fara með þessa eldri krakkana og heimsbyggamót, þau eru að keppa á heimsbyggamótum og þannig að þau eru að sækja sér reynslu út líka. En alltaf má vera meira eins og í flestum íþróttum. Og það er náttúrulega stoppa kannski helst bara fjármagn. Já, ég ætlaði einmitt að koma það. Þetta hlýtur að kosta sitt alltaf. Er þetta þá metnaður í íþróttafólkinu sjálfu bara að safna sér pening eða? Já, það er bara þannig. Foreldrar eru að borga, þau eru að safna sér og
leggjum mikið kapp á það. Já. En við erum með styrktara, við fáum styrki frá Landsbankanum og Vörglas hefur verið að styrkja okkur og með aðstöðu og svona en það vantar alltaf meira. Og það er sem þessu krökkum vantar, það er að komast út, keppa meira. Það er að keppa á móti krökkum sem eru að keppa aðra hverja helgi. Já. Og eiga kannski auðveldara með að fara eins og í Evrópu og svona, fara á milli að keppa. En þetta er að verða svolítið nauðsynlegt að fara að setja meira í fjármagn í íþróttinnar því að já, þetta er alveg ótrúlegt hvernig árangur við Íslendingar erum að ná eins og til dæmis í skylmingu með við fjármagn sem til og fleira. Já, klárlega sko. Svo standa þessi krakkar fyrir sko á þessum aldri 18, 19, 20 ára, ætla ég að halda áfram og munum öll bara hvernig Ragnar var í badmintoninu sko að klára ferilinn og búið að vera þvílíkt basl sko, þannig að er það sem er framöndan hjá þeim eða hvað, þannig að það er svona spurningar sem þessi krakkar að spyrja sig í dag sko, þetta er rosalegt stríð að fá fjármagn til að fara út að keppa, þannig að jú, það vantar og þau eru að sýna glæsilega árangur miðað við það sem þau eru að fá. Já. En hvernig svona, já, við Íslendingar, hvernig stöndum við svona með Evrópu í skylmingum? Erum við eitthvað eftir á eða? Það vantar aðeins í land hjá okkur en við erum að ná ágætis árangri eins og Hilmar Örn, hann er að vinna stráka sem eru í toppnum í dag. En þetta strandar á því að hann þarf að taka þetta skref að fara meira út á móti þeim. Það er ekkert nóg að fara kannski 2-3 yfir árið á svona sterkt mót. Nei. Það þarf meira. Já. Og ég er alveg viss það ef við fara meira þá kemur meiri árangur á þessu stærri mótum. Sko. Já. En svona eins og til dæmis að heimsmeistaramót og fleira, erum við að eiga góða fulltrúa þar alltaf hverju sinni? Já, Þórbjörg hefur verið okkur fremsti í kvenna og núna síðasta ár Hilmar Örn í undir 21 árs. Við eigum engan svona fullorðins skylmingamann. Nei. Þannig að hann er að standa sig vel á heimsmeistaramótum og já, eru svona réttri leið bara, getur við sagt. En hvernig æfir þetta afreksfólk eins og Þórbjörg og Hilmar? Hvernig æfa þau? Eru þau á daglegum æfingum eða? Þau eru að æfa svona 6 sinnum í viku og við erum að skipta þessu niður í tækniæfingar og lyftingaræfingar og Hilmar Örn hann er að stunda crossfit með þessu líka. Já. Og já, þannig að við erum að æfa 6 sinnum í viku með þessi elsti. Og þessi yngri unglingarnir okkar sem voru með okkur á mótinu eru svona 4 sinnum í viku. Já. En hvað er núna framundan hjá skylmingafélaginu, skylmingasambandinu? Er ykkur mót núna framundan eða er það Reykjavík International næst eða? Við erum með Íslandsmót núna í lok nóvember og það er heimsbikarmót í lok nóvember líka eins og hjá Hilmari. Já. Og já, Hilmari undir 21 árs heimsbikarmót og við munum að eiga kannski 2-3 keppendur þar. Já. En eins og möguleikann hjá Hilmari á heimsbikarmótinu, er hann einn af sterkustu keppendur þar jafnvel eða? Nei, ég myndi segja hann var svona í miðjunni sko. Á svona mótum og hann er að koma mjög sterkur inn eftir sumari. Líkamlega formið hans er alveg frábært. Búinn að vera mikið í crossfiti og XY og það er að skila honum í skylmingarnar og þannig að ég er mjög spenntur að sjá hvernig tímabilið er að byrja núna. Já. Þannig að það er mjög spennandi að sjá hvernig hann kemur á móti í nóvember. Já. Ragnar Ingi, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við munum heyrast seinna meir vonandi. Já, endilega. Takk kærlega fyrir. Og hvetjum alla til þess að koma þarna í lok nóvember. Hvar verður Íslandsmótið haldið?
Það verður haldið í Baldurshaga, hérna, undir stúkunni á Laugardalsvellinum. Bara endilega að koma og kíkja á okkur. Já, endilega, hvetjum alla til þess að kíkja við og sjá þetta skemmtilega sport. Getur maður byrjað í þessu sporti á sama hvað aldri maður eða? Já, það það besta við þetta, að þú getur byrjað á hvaða aldri sem og við erum með fullorðinshópa og við erum með krakkar niður í 6 ára. Já. Og bara allt þar á milli. Ég að þjálfa í skylmingadeild FH og við höfum verið með núna fjölskyldunámskeið þar sem að bara heilu fjölskylduna geta komið á hvaða aldri sem Já. Þannig að, þetta er fyrir alla. Já. Skylmingar endilega kíkja en þeir sem hafa áhuga faraði bara inn á skylminga.is til þess að skoða. Já, þar eru upplýsingar bæði félögin og hvað hægt að æfa og hvað hægt að hafa samband við okkur. Ragnar, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hafa það gott. Takk fyrir. Blessaður. Já, Ragnar Ingi Sigurðsson, landsliðsþjálfari í skylmingum, það var flottur hérna og Íslendingarnir eins og við komum inn á stóðu sér frábærlega. 12 ára gömul sem var Norðurlandameistari helgin, hún Anna Margrét Ólafsdóttir og hann kom mitt inn á að Þorbjörg Ágústsdóttir var að vinna þetta hvað í 9. skiptið og svo náttúrulega hérna ungur etnilegur pjakkur að koma inn Hilmar Örn Jónsson sem keppir mitt í heimsbikarnum núna í lok nóvember. Endilega fylgjast nána með þessu og það er náttúrulega skylminga.is eða þið hafið áhuga að prófa að æfa skylmingarnar. Virkilega skemmtilegt sport þarna á ferð. En farið ekki langt, við ætlum að heyra núna í öðrum Ragnari. Það er Ragnar Jóhannsson, handboltakappi. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.